Ég vil heilsa ykkur allir mín nafni Jesú Krist og bjóða ykkur hjartanlega og innilega velkomin til þessara guðsþjónustu bæði hér í kirkjunni og hvar sem þið eruð sem heyri mál mitt hér í dag. Við erum þakklátt fyrir slíkt tækifæri sem þetta að geta náð til alls landsins í gegnum Ríkisútvarpið. Við erum líka þakklátt kórnum honum Árna Arinbjarnarsyni og söfnuðinum sem býður þessa guðsþjónustu hér fram. Ég sendi kveðjur héðan og fyrirbæni til sjúkra og þeirra er bágt eiga. Við minnustum líka bandingjana og þeirra er eigi mega frjálst höfuð strjúka. Við byggjum fyrir öllum sæferendum og við minnumst sorgarheimila sem á yfirstandandi vetri hafa hort á eftir ástunum sínum í vota gröf. Við byggjum fyrir þeim loftin fara, að náðarhönd Drottins megi hlífa þeim og ástunum þeirra og þá sérstaklega þeirra sárt eiga binda vegna ástvina missis vegna flugslysa á útlíðandi vetri. Við byggjum fyrir bandum og búaliði. Við þökkum Drottni fyrir að mega búa í því landi þar sem smjör drýpur á hverju strái. Við fáum að búa við allsnaktir þegar að hungur ríkir víða í heiminum. Við þökkum Drottni almáttugum. Við byggjum valdstjórn, vísdóms, svo rétt og vel verði farið með öll mál landsins. Við byggjum fyrir ráðamönnum þjóðarinnar sem hafa við kröfugerðir fólks að stríða. Við skulum sýna þeim meiri samúð og fyrirbæn þar sem þjóðin í blindni eyðir meira áreynslunleið í brennivín og nautnalíf nemur 18 milljörðum króna. 18 milljörðum króna. Það hlýtur að vera erfitt að stjórna slíkri þjóð og við eigum erfitt með að fá þessa enda saman, kröfur og svo milljarða og milljarða í syndir og nautnalíf. Ekkert nema himnesk vakning og hugarfarsbreyting fær snúið slíku dæmi við. Það þurfa ráðamenn að gera sér ljóst og landslýður allur, allir þeir sem hafa áhyggjur vegna lífernismáta fólksins. Hér duga engar ismar eða stefnur. Hér verður Guð almáttugur að grípa inn í og hér getum við hjálpa til Kristi fólk. Því ritningin segir, kröftug bæn réttláts manns, hún megnar mikið. Og við þurfum að vera hér samábyrg og leggja okkur fram. Guð hefur gefið okkur indægilega góða land. Guð hefur gefið okkur okkar ástkæra ylhýra mál og við viljum að það geti borið orð krossins út til landsins þegna sem verður til blessunar og hamingju og eilífs lífs. Ég beri mikið fyrir þessari samkomu og það ekki nýtt sem að við komum með. Við komum með Guðs orð hér í dag og við yfirlýsum trú okkar á Guðs orð og við vitum ekkert betra til flutnings heldur en það. Í Lúkasar Guðspjalli 24. kapitúla og versunum númer 19 standa þessi orð. Jesús frá Nasaret, sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum lýðnum. Þessi orð tekin úr samtali samtíðarmanna Jesúm Krist sem að honum, hann var þeim hulinn á þessu augnabliki, en þeir voru að kynna hann og sögðu frá því hver hann væri, hvernig hann hefði verið. Máttugur í verki og orði. Og ég stoppaði yfir þessu, hvaða orði var hann máttugur í.
Og á þeim tímum þegar að niðurrafsöfl rífa niður Guðs orð og lítilsvirða það og því lagt inn meðal barna og aldinna að það sé ekki áreiðanlegt, þá vert fyrir okkur að gefa gaum að því. Við predikum hér orð Drottins í Fíladelfíu alveg blygðunarlaust og hikstalaust sem Guðs orð. Við trúum því að heilög ritning sé innblásin af Guði og gefin frá Drottni almáttugum mönnum til hjálpræðis. Og Jesús Kristur, sonur Guðs, sá einn hefur lifað syndlaus á þessari jörð og einn fyrirmynd fram yfir alla. Hann var máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum lýðnum. Við skulum aðeins gefa þessu nánar gaum, svo trú okkar styrkist og við kannski sem að heyra þetta orð hér í dag megum setja trú okkar á orðið. Það vantar biblíuvakning á Íslandi. Það vantar trú á þetta heila orð. Og ef að menn tækja þetta virkilega alvarlega og tryðu orði Guðs og færu eftir því, þá vandinn leystur. Allur vandi leystur. Hvort hann andlegur eða efnahagslegur, hvort hann í viðskiptum á milli manna, félagslega eða efnislega, ef menn taka orðið Guðs eins og það þá lausnin fengin. Því Guðs orð fær sýnt og sannað. Hvað sé þér leyft eða bannað, það skal þitt leiða ljós. En hátíðin var hálfnuð, gekk Jesús upp í helgidóminn og kendi. Gyðingarnir furðuðu nú á því og þau sögðu, hvaðan hefur þessi maður lærdóm sinn og hefur þó enga tilsögn hlotið. Jesús svaraði þeim og sagði, mín kenning ekki mín, heldur þess sem sendi mig. Ef sá nokkur sem vill gera vilja hans, hann mun komast að raun hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Hér kemur þetta fram hvað orða var sem Jesús flutti. Gyðingarnir furðuðu á því. Þeir vissu þá sem sátu fætur Gamalíels og numdu Guðs orð til að boða það. Svo kemur hann, Jesús Kristur, sonur Guðs, sem samtíðin kallaðist miðsoninn frá Nasaret. Og hann gengur upp í helgidóminn og fer að kenna. Og staðhæfir þá, mín kenning ekki mín, heldur þess sendi mig. Og ef þið viljið komast að raunum, eins og hér stendur hvort kenningin frá Guði eða ég tala sjálfum mér, þá skuluð þið trúa þeim orðum sem ég flýt ykkur og það mun verða ykkur til blessunar og til eilífs lífs. Og þetta samdóma vitnisburður allra ritningarna að Jesús Kristur var máttugur í orði og verki og hann boðaði mönnum Guðs orð. Eftir að Guð forðum hafði oftsinnis talað til feðranna og með mörgu móti fyrir munn spámannanna, hefur hann í lok þessara daga til vor talað fyrir soninn. Þú skal hlýða á rödd sonarins, þú skal hlýða á það sem stendur í orði Guðs, þú skal taka það til þín bókstaflega og hjartanlega og blessunin verður þín. Og hamingjan í þessu lífi og til eilífs lífs blasir við þér. Hjálpræði sem flutt var af upphafi á Drottni var staðfest fyrir oss að þeim hirðu Guð jafnframt bar vitni með þeim bæði með táknum og undrum og kraftaverkum og útbýtingu heilags anda að vild sinni. Og svo sjáum við inn í líf hans þegar hann gekk umkring, son Guðs, íklæddur holdi manns, þá kemur hann einsinn á hvíldardegi eins og hann var vanur inn í samkvæmduhúsi í Nasaret. Og hann stóð upp og var honum fengin bók Jesaja spámanns og hann tók til að lesa 61. kapitulan í þeirri bók, nákvæmlega eins og við höfum hann útlaðan og úttýttan í ritningunni. Og allir lofuðu hann og undruðust þau yndislu orð sem framgengu af munni hans.
Og það verður reynsla þín þegar þú ferð að lesa Guðs orð. Þú lofar Drottinn fyrir hans lifandi, máttuga, kröftuga orð. Þú spyrð, er mér óhætt að taka það allt til greina, er það allt Guðs orð sem í Biblíunni stendur? Svarið er já. Trúðu því öllu, Guð er ábyrgur fyrir því. Og þó þú reiðir sál þína á þetta orð og lifir og deyir á því, þá mun það ekki bregðast þér. Guð er ábyrgur fyrir sínu orði. Það hefur verið ráðist markvisst að ýmsum hlutum Biblíunnar, til dæmis Mósebókum. Hér segir Jesús, ætlið ekki að ég muni ákæra yður fyrir föðurnum. Sá er til sem ákærir yður Móse sem þér hafið heyrt og byggt vonir á. Því ef þér tryðu Móse, þá tryðu þér á mér, því að hann hefur ritað mig. En ef þér trúið ekki ritum hans, hvernig ættu þér þá að trúa orðum mínum? Og í sama guðspjalli í sinni æðstaprestsbæn, þá kemur Jesús með þessa stórkostlegu játningu og fullyrðingu: ég hefi gefið þeim orð þitt. Ég hefi gefið þeim orð þitt. Lærisveinunum, fiskimönnunum frá Genesaret, Betsaída, landinu, þjóðinni, fólkinu, ég hefi gefið þeim orð þitt. Við Íslendingar, við höfum hlotna eignast þessa gjöf líka. Drottinn hefur gefið okkur sitt orð. Höfum við tekið á móti því sem slíku. Við kannustum við gjöfina miklu þegar að Guð gaf son sinn, og svo hefur sonurinn gefið okkur sitt orð. Helga þú þó með sannleikanum, þitt orð er sannleikur. Þetta orð er lífandi og kröftugt. Þetta orð smýgur inn í innstu fylgsni anda, sálar, líðamóta og merkjar. Þetta orð er ekki hlutlaust. Þetta orð særir en það græðir líka. Og þegar við fáum að njóta græðslu þess, eftir að það hefur sart frá okkur syndirnar, að þá fáum við að reyna mátt Guðs heilaga orðs. Þetta er ekki tómt orð. Þetta er ekki innan tómt. Þetta er orð sem hefur með sér líf, og það líf á ná þér. Og þér er ætlað þetta líf, og það skal verða þér til blessunar. Við Grikkina í Þessalóníku var forðum sagt svo: þess vegna þökkum við líka Guði án afláts, því að þegar að þér vigtuð viðtöku því orði sem við boðum Guð, þá tóku þér ekki við því sem manna orði, heldur sem Guðs orði, eins og það í sannleika er, sem og sýnir kraft sinn í yður sem trúið. Sá maður sem fer að trúa orði Guðs og tekur við því sem Guðs orði eins og það er, hann fer að reyna orðið virka sem kraftur í hans lífi. Hann fær sigur kraft gegn freistingum og syndum. Hann fær sigur kraft í sínu lífi. Hann fær eitthvað sem lyftir honum upp. Herra minn Guð, til þín, Herra, til þín. Nær drottni frá þessu auma og dapurlega, syndsamlega og ljóta. Það er kraftur í orði Guðs og það sýnir mátt sinn í þeim er trúa. Þú skalt vera viðbúin því. Og er ekki það sem þú þarft einmitt á að halda í dag? Himneskum krafti sem lyftir þér upp. Blessun frá Guði. Athuga að þú meðtekur þetta með orði Guðs. Engar sermoníur, engir siðir, engar reglur. Bara taktu einfallega orðið eins og lítið barn tekur við móðurmjólkinni og þú fær kraftin í þig. Og sá kraftur lyftir þér upp og verður þér til blessunar. Þegar að apóstoli reit þeim sem áður voru heiðnir í Efesus, og það stendur í Apostolasögunni 20 og versi 32, þá vissi hann ekkert annað betra þegar hann kvaddi þá en hann sagðist fela þá Guði og orðin áður hans.
sem máttugt að uppbyggja yður. Mikið finnst mér þetta passandi, nútíma orð dagsins í dag. Guðs orð máttugt að uppbyggja. Maður heyrir svo marga þessu ein tauga hrúa, sundurtættir af áhyggjum og kvíða, og þeir tala að ekki sé nein heil brú í þeim. Hér farðu að heyra eitthvað sem byggir upp, mótar þig, gerir þig styrkan. Þú helgast af því, þú mótast af því, hugsanir þínar verða hreinni, orðin verða fegurri og vandaðri, breytnin og líf verður annað. Orðið byggir þig upp. Ég flyt hér orð í dag sem ert í einni rúst, og allt niður brotið. Þú kannski farið frá heimilinu, konuninu og börnunum þínum, sem alls ekki á að vera svo. Þú þarft á uppbyggingu að halda. Þú skal flýja á vit orðsins, og orðið sýnir sinn mátt í þér. Það var innar og allt sem vonlaust, og engin mann ef hann getur hjálpað þér. Hann sendir út orð sitt og laknar þá. Blessað og lofað veri Drottins heilaga nafn. Það sem að ég vil hafa mig við nú augnablik ein mesta dásemd í sambandi við Guðs orð. Því að það getur engin leystan vanda nema Drottinn sjálfur, og það snertir okkar sáluhjálp. Sáluhjálparatriði virkilega áhyggjuefni fyrir mörgum mönnum, og þeir vita það ekki, ef þeir eiga að deyja, hvort þeir eru hólpnir. Og þeir eru spyrjandi og þeir eru kvíðandi. Þeir eru eins og menn sem eru að fara í langa ferð, og þeir vita ekki hvað tekur við. Ástandið þarf ekki að vera þannig. En einn slíkur var Kornelíus hundraðshöfðingi, og hann var leitandi maður, og hann leitaði á heilbrigðan og réttan hátt. Hvað áttu við? Jú, hann var í bæn. Hann var jafnan á bæn til Guðs. Og þá vitrast honum engill, og engillinn segir við hann: send þú menn til Joppu. Þar í húsi Símonar sútara við sjóinn maður Símon Pétur heitir. Þú skalt senda eftir honum, því að hann mun orð til þín mæla, og fyrir þau mun þú hólpin verða á allt heimili þitt. Er þetta virkilegt þetta til, að það sé hægt að mæla orð, og fyrir þau orð verðum við hólpin og okkar heimili? Kornelíus hann fór eftir ráðleggingu engilsins og sendi eftir Símoni Pétri, og Símon Pétur flutti honum orð krossins og orð náðarinnar, og Kornelíus varð hólpinn og allt hans heimili. Hvílík dásemd og hvílík dýrð. Og það er þetta heila orð sem gerir okkur hólpinn. Takið því með hóvarð á mótinu gróður, setta orði frelsað getur sálir í þar. Engar kenningar, ekkert mannlegt, en Guðs orð, eins og það hið lífandi sæði Drottins sjálfs. Og þegar að menn taka á móti orðinu, og þeir fá að reyna þessa unaðsemd og blessun, að orðið gefur þeim frið, og orðið gefur þeim hamingju, og orðið veitir þeim kraft, þá trúa því. Og þá geta þeir bent á, eins og hér sagt á einum stað: og því áreiðanlega oss nú hið spámanlega orð. Og það er rétt að við að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkrum stað. Gefðu gaum að þínu áreiðanlega orði, og það bregst þér ekki. Það verður þér til hjálpar, og það verður þér til eilífs lífs. Og engillinn sagði við mig: þessi orð eru áreiðanleg og sönn. Og Drottinn Guð anda spámannanna sendi engil sinn til að sýna þjónum sínum það sem verða á innan skams. Sjá, ég kem skjótt. Salli sá sem varveitir spádómsorð þessara bókar. Já, þar ertu sall. En þú verður aldrei sall
í vantrú þínum og efa. Þú verður aldrei sall í gagnrýninni og þú hafnir, en ef þú tekur á móti og trúir hinu áreiðanlega sanna orði, þá byggir þú á bjargi og það bifast ekki. Á sunnudaginn var héldum við biblíudag. Þá var þess minnst þetta land að til félag í þessu landi sem heitir hið íslenska biblíufélag og ser þjóðinni fyrir orði Guðs. Það allt of mikið tómleiki þessi mál. Hugsið ykkur hvíli ykkur fjársjóður það að fyrir 395 árum síðan gaf Guðbrandur Þorláksson okkur Guðs orð og 1540 kom fyrsta bókin prentuð út á íslensku. Það var Nýja testamenti Odds Gottskálkssonar. Þvílík hamingja og blessun. Og fróðir menn telja fyrir því tölum við íslensk mál í dag að við fengum orðið fyrir utan innihald þess sem ég að reyna að tala við ykkur hér í dag. Ég segi aftur eins og ég sagði fyrir ræðu minni, það þarf biblíuvakning á Íslandi. Bókin verður að takast fram og það verður að lesa hana. Sér til gagns, til blessunar, uppbyggingar og eilífslífs. Það sorgarsaga að það skulle hafa verið til í okkar landi að unnið hafi verið markvisst gegn orði Guðs, gegn biblíunni, brjóta trúnað niður og rýra innihald hennar og gildi. Og fyrir okkur hefur farið eins og segja hjá spámanninum það sem að átvargurinn, flysjarinn, jarðvargurinn og nagarinn átu og það borið sinn ávöxt og ávöxturinn kemur fram í drykkjuskap og ólifnaði og sífellt stærri fangelsum og sífellt meir óreglu og óráðsíu. Ávöxtunni leyna sér ekki, en Guð elskar okkur og hann sitt vilja bæta okkur upp árin sem átvargurinn og flysjarinn og jarðvargurinn og nagarinn átu og þeir hafa ráðist að þinni trú og vilja brjóta hana niður. En Guð elskar þig og Guð vill mæta þér og hann vill bæta þér upp. Hvernig? Síðar meir mun ég úthella vanda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenn yðar mun dreyma, og ungmenn yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella vanda mínum. Og þegar að heilögum anda úthellt og þegar að nær hjörtum okkar, þá veggsamar hann Guðs orð og þá staðfestir hann Guðs orð og þá blessar hann Guðs orð og við fáum að reyna máttin og kraftin sem gefin í orði Guðs. Þetta fyrir þig, áheyrandi minn. Þitt valið. Spurningin hvort viltu það orð sem getur orðið til blessunar og hamingju og eilífs lífs, eða þú hafnar því. Það eru tveir vegir, það eru tvær leiðir og það þitt að velja. Ég hef valið að trúa á Guðs orð og það mér blessun og það mér trygging til eilífs lífs. Það mér hjálpræði, það mér frelsi og fyrir það lofa ég almáttugan Guð. Og ég veggsama Guðs orð og þakka Guði fyrir að það fær hafa framgang og veggsamast og ég hef enga óstarri, meiri eða betri fyrir þjóð mína en að hún gefi gaum að orðinu, taki á móti því, þá mun hún hólpin verða. Í Jesú nafni, amen.